En Stína litla systir hans klæddi sig í kjólinn og kallaði til Gunnars. Hann fer að byrja skálinn. Gunnar litli svaraði ekki, bara honum umdi. Eins og bifreið fer í gang, hann hóstaði og rumdi. Í því kom mamma þeirra. Almáttugur, sagði hún. Ertu svona veikur, Gunnar? Höndanni hans lagði hún. En Stína sagðist þekkja, hann var veikur trassinn. Það var skurta aðeins að fá nokkur högg á rassinn. Og svo var Gunnar litli þá látinn vera heima. Þá slagsleikunum sjálfur var hann næstu búinn að gleyma, en þá kom pabbi og sagðist sig það neitt kæra að sonur hans yrði tossi. Nei, strákurinn minn þarf að læra. Í fyrramáli verður hann að fara upp í skóla og fríið kemur bráðum að styttist nú til jóla. Að þetta væri fullsnæmt, ég mér afar smeykur, því auminginn var næsta morgun hræðilega veikur. Mamma hans var þögur, hún þorði ekkert að segja. Það gat svo sem verið að barnið væri að deyja. Svo sótti hún fram hitapoka og setti á drengsins maga til að sjá hvort ekki mætti úr verkunum eitthvað daga. Loks kom hún með pillur sem hann átti að taka, þótt óvíst væri gagnið, hún hélt þær myndi saka. Pillurnar í munni sér Gunnar litli geymdi og geysilegur viðböð hverja taug hans dreymdi, en reyndar var hún mamma bara rétt í burtu sloppin, reis hann upp og spýtti öllum pillunum í koppinn. Svo byrði hann sig niður til að blunda líkt og áður, sem betur fór, það tókst það, því svo var hann ekki þjáður. En andartaki liðnu var hann upp á svefni hrokkinn og óttasleginn varð hann í græna pennastokkin. Hann sá við rúmi standa, en nú í læknislíki með lonní eftir á nefinu. Svei mér ef ég ýki, því pennastokkar geta orðið gríðarlega fræknir. Góðan daginn, sagði hann. Ég pennastokkur læknir. Ég geri þetta skotspónum og þú sjúkdóm þungan. Heyrðu Gunnar, lof mér þig að sjá, hvernig í þér tungan? Gunnar þorði ekki annað en að glenna upp á sér munninn, svo gæti hann sýnt tunguna. En þrautin var ekki unnin, því læknirinn í tunguna bæði kleip og kreisti af kvölunum eftir Gunnar. En læknirinn sig reisti upp og sagðist skilja að sér hentaði ekki að hika. Halló, sagði hann. Komdu hérna sísti reglustrika. Slætti sínum næstum því hjarta Gunnars hætti vegna hræðslu. Því í alveg sama andardrætti úr tösku hans kom reglustrikan að snör í snúning. Snörfussuð og uppdipið í hjúkrunarkonu búning. Og bækur hans úr töskunni hrópuðust í hrönnum, þær höfðu breytt útlit og líktust orðið mönnum. Pennastokkur mælti. Við handfljót vera verðum, því viti góðir hálsar, hér alvara á ferðum. Mér sýnist betra hjá okkur dögur að djörfu ríki, ef drengnum á að bjarga. Hann með skrópasíki. Pennastokkur læknir, þá sagði Íslandssagan. Sagði ekki að þau sköldu nudda honum magann. Pennastokkur læknir, sagði litla gula hænan. Mér langar til að nudda hann og gefa hann með dvænan. Pennastokkur læknir, sagði landafræðskrutan. Leyfist mér að bjóða fram aðstöðu að nudda hann. Tilbúinn læknir gekk með miklum þökkum. Þá tóku þær að nudda hann með voðalegum stökkum og hoppum upp á maga hans og hóli hans á nárum. Það var hræðilegt og Gunnar litli flaut allur í tárum. Heilsufræðin bar sig við að halda honum á fótum svo hann gat ekki sparka og var alveg á mótum þess að fara góla eða gefast upp og deyja. Svo gat hann ekki neita þessu og þorði ekkert að segja. Læknirinn kom með trésleif og 20 dropa af bleiki. Hann talaði sleifina úr sínu apóteki. Hann hallaði síðan sleifinni til að hella upp í drenginn. Þá hrópar Gunnar loksins. Nei, þetta dreppur enginn! Svo beit hann saman tennunum og bleikir hann í straumum, beinalega í kattan í lengursöstum taumum. Þá uppgast vesanlæknirinn og klóraði sér í skalla en sagði eftir stundar þögn. Ég hef eitt ráð í huga, hvort það mun ekki duga, því meður hún alveg til ónýttis í helli. Þá ætti sýsti reglustrika að snúa honum í kölli. Reglustrika spurði mig létt ekki eða ljúfur.
Læknir, er það meiningin? Ég snúi honum á grófu. Já, þessa aðgerð framkvæm ég varla öðruvísi. Það er best að ég gleymdi að hafa með mér dálítið að hrýsi. Það ber ekki fast, nú þarf að lækna tossan. Já, þau var að snúa upp og honum bossan. Gunnar litli fylltist af óka, angri og reiði. Því auðvelt var á samtal. Hvað var nú að segja hann æpti sem hann mátti og uppásöfni í hrokki. Áður hann vissi var hann kominn fram á stokkinn. Við fætur hans lá taska og opnaðist aðeins hólfið á henni og pennastokkur olti út á gólfið. Mamma hans kom við dyrnar og þá mælti hann röddu hárri. Mamma, ég er núna orðinn pínulítið skárri. Ég held ég geti skottið í skólan. Sagði hann keikund og skellti mamma og lærið og sagði. Uss, þú ert veikur! En Gunnar litli þrækti hvern sjúkdóm á sér sór. Hann sagðist orðinn hraustur og beint í skólann fór hann.